Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, næst ætlum við að ræða pólitík á sveitarstjórnargrunni aðallega, en það er nú eiginlega bara erfitt að ræða alla pólitík á Íslandi í dag án þess að hugurinn hverflega einhverju leiti til móðurskipanna og fara einhverju leiti út í heim, þannig að við förum ef til við klírum víðan völl á eftir. En þau eru komin hingað þau Sara Björg Sigurðardóttir sem gefur kost á sér í annars sætið, ekki satt? Þriðja. Já. Þriðja fyrir Samfylkinguna í Reykjavík. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert að koma hingað í fyrsta skipti og gaman að fá þig. Takk. Breiðhyltingurinn í hópnum, ekki satt? Já, það eru nokkri breiðhildingar en ég breiðhildingurinn núna. Einmitt. Og svo Vilhjálmur Árnason, ritari Sjálfstæðisflokksins, vertu velkomin einnig. Já, takk fyrir. Þú ert nú ekki að koma hérna í fyrsta skipti? Nei, búin að koma hér mörgusinn. Já, þú komið hérna. Alltaf gaman að koma. Já, og þú hefur svona verið síðast í deiglu fjölmiðla sækir þeirrar ákvörðunar þinnar að gefa kost á þér í oddvitasæti Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Já, það passar. Stærsta sveitarfélag fyrir utan höfuðborgarsvæðis. Nákvæmlega. Mér langar til þess að biðja ykkur að leiða saman hestana í pólitískri umræðu sem sagt að einhverju leiti nær og fjær. En við skulum byrja á því að svona heyra, þú hefur náttúrulega fært rök fyrir því að hverju þú býður þig fram sem oddvitaefni Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Þið eruð 3 frambjóðendur núna sem að ætla að taka þann slag. Það hefur heyrst að sjálfstæðismenn sé að flýja sökkvandi skip. Við erum með Áslaugu Örnu sem fór í nám og ég geti talið upp svolítinn lista svona, já. En sko, ertu að gefast upp á sjálfstæðisflokknum á Alþingi og Guðrúnu Hafsteins þegar þú tekur þessi ákvörðun? Nei, síður en svo, og ég hef nú bara fulla trú á því að þessi ákvörðun mín getur frekar bara styrt flokkinn á landsvísu. Og eins og ég kom inn á er nú Reykjanesbær stærsta sveitarfélagið fyrir utan höfuðborgarsvæðið og þar á meðal stærsta sveitarfélagið í Suðurkjördæmi, þar sem að við Guðrún erum þingmenn flokksins. Og við teljum það styrkja sjálfstæðisflokkin mikið, hvort sem sé hér í höfuðborginni og höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, ef að sjálfstæðisflokkurinn nær að vera í meirihluta í þessum stóru sveitarfélögum. Barstu ákvörðunina undir Guðrúnu? Já, ég er búin að þetta er búin að vera umræðan. Getur uppgist hvernig hún tók í það? Já, það er ekkert mál, sko. Guðrún sagði bara skýrt að hún styður mig því sem ég tek fyrir hendur og treystir mínu mati í það hvað ákvörðun ég tek, þó að hún vissulega myndi sjá eftir mér úr þingflokknum og annað slíkt. En það liggur alveg fyrir þú myndir hætta á þingi ef þú... Já, þegar ég verða orðinn bæjarstjóri í Reykjanesbæjar, þá myndi ég hætta á þingi. Það liggur alveg fyrir. En ég verða á þinginu fram að því og svo eru bara komið ljós hvernig niðurstaðan fyrir. Maður fyrir náttúrulega í þetta þess að komast í mark. Ef þú komst ekki í mark þá heldur bara áfram á þingi. Það er bara fyrsta sætið eða ekkert. Það er, eða hvað? Já, ef ég vinn ekki prófkjörið og annað slíkt, sko. Og þá bara höldu áfram. En ég hef bent á það að ég er með langa og mikla reynslu á þinginu. Þannig að, og ég er ekki að fara langt. Þannig að ég mun styðja þingflokkin. Ég er líka ritari flokksins og hef fullan aðgang að þingflokki flokksins sem ritari. Þannig að ég verð alltaf til staðar og mun hafa mína reynslu og þekkingu til þess að vera í samskiptum við allt stjórnkerfið og styðja þingflokkin og flokkin allt land áfram. Þannig að þetta er bara svona eins og ég sagði þegar ég gaf þetta út, að í stjórnmálum er maður að taka stórar ákvarðanir og maður þarf að vilja fá áskoranir, og nú er ég búin að vera þetta lengi á þinginu og er bara í minni sterkustu stöðu þar, myndi ég segja. Og ég held að svo sá ég bara þarna svona spennandi áskorun og mikilvægt tækifæri sem ég bara einhvern veginn
fannst ég varð að taka með mínu stuðningsfólki sem að svolítið hafði trú á þessu verkefni að vera hægt að innleiða mikla sókn inn í Reykjanesbæ. Hvað viltu segja við Ásgeir Elvar Garðarsson, framkvæmdastjóra bílaleigunnar Geysis, sem segir, ég verð að segja það hreinskilnislega, að það kemur verulega óvart og kemur öðrum frambjóðendum í leiðtogaprófkjörinu í flókna stöðu að standa í framboði gegn ritara Sjálfstæðisflokksins og eina þingmann okkar Suðurnesjamanna. Það mín skoðun að leiðin áfram að upp á við sé ekki svo að veikja þingflokk Sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi, sérstaklega í þeirri ásýndar krísu sem Sjálfstæðisflokkurinn komin í. Já, ég vil bara þakka Ásgeiri fyrir þessi hlýju orði minn garð. Þannig að hann lýsa hversu sterkri stöðu ég í. Ég ritari flokksins og nýtt stuðnings. Já, vissulega. Ég skil hann vel að auðvitað maður í annari stöðu sem ritari flokksins, kjörinn landsfundi. Og eini þingmaður Suðurnesja, eins og hann bendir á. Já, eini þingmaður Sjálfstæðisflokksins á Suðurnesjum, akkurat. En eins og ég sagði áðan að þá, eftir mína miklu reynslu, þekking og annað slíkt, að þá tel ég mig geta lagt jafn mikið á mörkum til þess og eiginlega enn meira fyrir Suðurnesin með því að koma sterkur inn í oddvita sæti þar. En kom þessi andstæða þér óvart? Áttur ekki vona því að menn myndu stíga fram með svona ummælum eins og þarna hefur verið? Nei, það kemur mér ekkert óvart lengur í stjórnmálum, sko. Þannig að mér fannst þetta bara hlý orð hjá Ásgeiri að benda á þá sterku stöðu sem ég hef og þykir bara vænt það að hann horfi til mín sem öflugs og sterks þingmanns og finnst vænt að honum þykir ég mikilvægur fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins og við Ásgeirum unnum mjög vel saman í mörgum baráttumálum fyrir Suðurnesin og hann öflugur drengur sem hefur verið mjög skýr í máli alltaf og við erum sammála í skoðunum. Áður en ég sný mér að Söru Björgu, þegar þessi þáttur tekinn upp, þá klukkan ekki orðin 12 á þessum fallega þriðjudegi á nýju ári, 13. 7. janúar. En sú frétt sem hefur vakið athygli í morgun að Guðlaugur Þór ætli ekki að taka leiðtogaslag í borginni. Hvað viltu segja það? Kemur það þér á óvart? Já, ég átti nú von á því að Guðlaugur væri að fara í framboð svona með að við umræðuna og annað slíkt undan farið Flestir fréttaskýrendur voru þeir sammála það, hann stemdi þangað. Já, en líka bara það að það svolítið sérkenni Sjálfstæðisflokksins eru þessi prófkjör að leyfa fólkinni í flokknum að velja sér sína fulltrúa og við höfum prófkjörin ekkert alltaf það ekki allt gott við prófkjörin en þetta hefur verið svona lýðræðislega leiðin og við höfum sagt stundum þetta illskásta leiðin annars slíkt sko þannig að það var ekkert óeðlilegt að fólkið í borginu og stuðningsmenn Guðlaugs myndi leggja hart að honum að bjóða sig fram og það stemdi svona í það að hann var að gera það. Maður hefur heyrt að Sjálfstæðisflokkurinn í borgarmálum hafi verið alltaf 3 klofin, þannig að þetta sé líka svona ólíkir armar. Já, við hefum oft heyrt það sko, en í grunninn erum við alltaf bara sjálfstæðismenn með sjálfstæðisstefnuna og ég sé það bara yfirlýsingu Guðlaugs að hann metur það bara sem svo að við erum með miklu fleiri sameiginlega málefni heldur en það sem sundrar okkur þannig að hann vildi ekki fara íta undir þá sundrun í gegnum flokkadrætti heldur bara einbytta sér að verkefninu sem það mikilvægast Hann kannski svolítið að tala inn í það sem ég nefndi áðan að flýja sökkvandi skip þetta hefur kannski ekkert litið allt og vel út í kjölfar þess að Guðrún Hafsteinsdóttir verður formaður Sjálfstæðisflokks með minnsta mun maður getur svo sem tekið undir það hjá honum að þú ert á leiðinni í Reykjanesbæ ef hann hefði verið á leiðinni í borgina og Áslaug Anna þarna úti og eins og ég segi fleiri mætti telja stundum sagt að Þórdís Kolbrún sé ekki réttum flokki og hún geti verið á leiðinni eitthvað annað
Já, sko, ég held að þetta sé nú, sko, ég verð bara að segja eins og að ég nú bara á þessu kjörtímabili verið í þessum 14 manna þingflokki Sjálfstæðisflokksins sem bara mjög samhentur og öflugur flokkur og Áslaug Arna nú bara í tímabundnu leyfi og kemur held ég tvífeld tilbaka bara núna í vor og Sigurður Örn sem hennar varaþingmaður kemur gríðarlega öflugur bara eins og fullmótaður þingmaður inn í þingflokkin og ég vil ekki meina að við séum eitthvað sökkvandi skip sko, þetta reynir á í stjórnmálum og það brekkað, já, það fylgir sigur annars líkt, en við komum bara mjög samhent og styrkjar inn í haustið eða inn í desembermánuð, börðumst með kjaft og klóm gegnum öllum þessum skattahækkunum, við komum með útfærðar efnaðastillögur, við komum með samhendin hópur með fullt af skattalækkunartillögum, hagræðingartillögum og allt saman. Við erum að koma með fullt af lausnum í hinum og þessum málum þannig að það kemur bara maður í manns stað og við erum breið fylking sem að þetta byggist ekki á persónum, þetta byggist á okkar grunnstefnu og hvernig okkur sem hópi tekst að koma henni á framfæri sko. Byggist ekki á persónum, segir Vilhjálmur Sara Björk, en sko tilhneiging stjórnmálana undanfarið hefur verið svo að það hefur verið, getur maður sagt, oddvita blæti. Það skiptir mjög miklu máli virðist vera hver í stafni í leiðtogar út allan heim. Að svona persónu áhrif hafa orðið sterkar og sterkari og margir sem falla milli skips og bryggju sem eru þar fyrir neðan og fá lítið pláss, fá lítinn tíma hjá fjölmiðlum og svo framvegis. Þú ert í Samfylkingunni og þið hafið alveg gríðarlega lengi verið með stjórnartaumana í borginni og nú verður sem sagt Heiða, hún fær Pétur Martinsson á móti sér í afstasætið. Finnst þér að þar fari í flokki sem mælist með himinskautum í hvað fylgi varðar á landsvísu, finnst þér að Samfylkingunni hafi tekist að finna 2 öflugustu oddvitana til þess að vinna góðan sigur í sveitarstjórnarkosningunum í vor með Heiðu og Pétri? Sko, það þetta ekkert launungamál að það flókið að vera í stafni í svona langan tíma eins og hefur verið. Flokkurinn hefur verið leiðandi afl í borginni núna í næstu 4 kjörtímabil og það þarf þetta að koma endurnýjun inn. Ég bara, eins og ég tala fyrir sjálfa mig. Þannig að ég bara fagna þessu framboðum, það eru 17 kandidatar búin að gefa kost á sér í borgina fyrir Samfylkinguna og þetta auðvitað bara sýnir hversu breiður hópur að baki Samfylkingunni í Reykjavík. Þannig að, og þetta framboð, þessi oddvita lína sem tekin núna, þetta framboð sem að þessi 2 kandidatar, þetta náttúrulega bara styrkir oddvitan hversu sem hann verður áfram í að leiða vagnin. Þannig að ég hef bara trú að því að þessi lýðræðisveisla verði bara ákveðin svona innspýting inn í nýja Reykjavík, þar sem við getum bara mótað í framtíðar og haldið áfram að móta borgina vel og við höfum gert. En auðvitað má laga og má gera betur, alltaf. Það þannig, það bara, og við, eins og mitt framboð, ég hef alveg búin að vera á kantinum, sko, eina af þeim sem hefur verið á kantinum, þannig ég tel mig að fullt erindi inn í stjórnmálin núna og hlakka bara til að taka baráttuna framöndan, þessar 3 vikur sem eru til stefnu. Já, en sko, gefur það upp hvort þú styður Heiðu eða Pétur? Nei, sko, ég vil einbeita mér að mér og Söru, ég stend fyrir hverju mitt sem Breiðholt og hef unnið mjög mikið og gott starf fyrir Breiðholti síðustu árin og bara sæki brautagengi í 3. sæti til að halda áfram því góða starfi sem ég hef unnið þar, en ég hef ekki verið borgarfulltrúi, ég búin að vera vara á kantinu núna, þannig að nú bara komin tími til að sækja fram og ég bara stolt af því að hafa tilheyrt þessari liðsheild þótt að ég hef verið varamaður á kantinum, en ég vil núna fá brautagengi í 3. sætið og tilheyra nýrri liðsheild, nýjum vindum í borginni. Ég held að það verði mikil breyting. En þegar ég fyrir sund og þegar ég fæ mér sæti í heitapottinum, þá bara bregst það ekki að þar verður umræða
að það mætti nú gera betur í Reykjavík. Umræðan tafirnar í umferðinni, umræðan ofþétt hús og ljót hús, umræðan að það sé verið að taka bílastæði núna, bara svo ég vitni nú til Vesturbæjarlaugar sem mitt annað heimili, þar skils mér að eiga að fara 17 bílastæði eða eitthvað svoleiðis á næstunni og mér finnst allar þessar sögur vera frekar neikvæðar þróun borgarinnar. Og svo það náttúrulega leikskólamál og það hafi verið einstakar skipulagsframkvæmdir eins og græna gímaldið og svona. Sko, ertu vissum að þið fái gott veður fyrir kosningarnar? Sko, auðvitað má alltaf gera betur og við vitum það alveg að það hafa orðið mistök. Græna húsi við Álfabakka, ég hef kannski gímaldið en svolítið stórist sko, en græna húsi við Álfabakka auðvitað birtingamynd af bara hlutum sem að við þurfum að laga. Við þurfum borg sem bæði með fulla af atvinnulífi og tækifærum til þess að þjónusta íbúana í öllum hverfum, en við þurfum líka að huga að nábýli við fólk. Og þarna urðu ekki bara borginni á mistök, þetta urðu bara, það voru svona röð mistakar sem átt sér stað þarna og við þurfum auðvitað bara að gera betur. Og ég ætla ekki að fara í launung með það, þetta auðvitað í hverjunu mínu og þetta mál var bara mjög erfitt fyrir okkur sem búum í Breiðholti. Það bara þannig. En síðan aðra þætti, það er áhugavert að heyra þetta með umræðinu heitapottinum að því að ég sækjum mína sundlaug líka sem enda Breiðholtslaug. En mér veist, heyra líka sko, það er enginn að tala annars konar þjónustu greina. Hvernig með þjónustu við eldra fólk? Nú erum við að þjóðin að eldast og við þurfum einhvern veginn að endurhugsa þjónustu við eldra fólk. Ég held að við séum komin á svona ákveðin stað hvað það varðar. Að við erum við þurfum að horfa í þjónustuna, hvernig við getum einfalda líf ákveðins hópa líka og tala fyrir nýjum lausnum og nýjum leiðum. Svo líka eins og með mjóttin hefur 800 högg að sækja. Mér finnst að við þurfum líka að huga betur að hvernig við horfum á útkverfin og við þurfum að hlusta á fólki sem býr í útkverfum eins og mig. Viltu endurreista lögreglustöð þar eins og komið hefur fram í röðum sjálfstæðismanna í borginni? Já, sko það Lögreglustöð við Dalvík í Kópavogi. Löggæslan þarf auðvitað að vera sýnilegri og ég veit að ríkisstjórnin hefur náttúrulega var kappmála að fjölga löggæslumönnum. Sýnileiki lögreglu skipti máli en hvort það sé hagkvæmt að hafa aðra lögreglustöð í Breiðholti þegar að lögreglustöð eiginlega við Dalvegin, þetta þjónustar svæði þarna mjög vítt og breytt, þetta kannski snýst hvernig þjónustan veit ekki kannski hvar hún staðsett. Sko. En sko Sara, þú hefur kynntir niðurstöður skoðanakannan og mælinga og sko óanægja borgarbúa gríðarleg. Hún reyndar allstaðar. Hún sko, það engin meirihluti vinsæll, það engin minnihluti vinsæll. Maður skildi ætla að núna, ég veit ekki með þig Vilhjálmur, hvort þú boðar eitthvað róttækt í Reykjanesbæ, en maður skildi ætla að sko að þeir sem að bjóða sér fram til trúnaðarstarfa þeir einhvern veginn séu í liði með almenningi með það að sannarlega telur fólk hér í borginni að það þurfi róttækar breytingar eða hvað? Já, hvað eru róttækar breytingar í nærþjónustu? Hvað þýðir það? Veist, við erum náttúrulega, staðan svo að það talað 70 bílar mæti í hverju viku á götur höfuðborgarsvæðisins og það þýðir tæpi 3.500 bílar á ári sem gera 12-15 bíla á kjörtímabili og við Vilhjálmur, hann fer nú mitt á milli á Reykjanesbrautinni og við erum með, sko, það ekki bara fjölgun bíla í umferðinu, heldur líka bara annars konar lífskeiði sem þú einmitt búin að minnast á. Hvar eiga bílarnir að vera? Hvar eiga að geyma þá? Fólk kemur og að ferðast og við erum líka með ferðamenn sem koma hérna og sækja í okkar umhverfi, sérstaklega höfuðborgina, þeir lenda í sveitarfélagi annars Vilhjálms og keyra Reykjanesbrautina. Talið að einn af hverjum 3 bílum á Reykjanesbrautinni séu bíl frá ferðamönnum og við þurfum auðvitað að koma þessu fólki og bílum fyrir og umferðin auðvitað einn þáttur. Á sama tíma hafið þið verið að hægja á umferð og teppa sumpart. Já, hægja og teppa, ég held, sko, það þegar bílarnir auðvitað komast fyrir allir á einum stað og þá hægist þetta á umferðinni. Þetta auðvitað fjölgun ökutækja og einn liður í því af hverju við erum á þeim stað sem við erum og okkur heldur bara áfram að fjölga. Bílunum mun bara halda áfram að fjölga. Við þurfum þá að hugsa hvernig við viljum koma bílunum fyrir.
við viljum borgarlínu, við þurfum að auka... Vandinn við hana að sko, fólk alltaf að bíða. Já, ég segi sko, einn sterkasti vinkillinn í borgarlínu þetta sérakreinar fyrir borgarlínuna. Já, og ég meina, ég veit að þetta kannski hljómar eins og einhver svona framtíða tálsýn fyrir en við sem ferðumst og höfum heimsótt aðra borgir og við vitum alveg hvað almenningssamgöngur skipta íbúa þar og þetta gangverk hversdagssteikans. Jú, en svo spurning menningar einkenni Íslendinga, hvort við munum lúta öðrum lögmálum. Já, en borgarlínan mun draga úr umferð annar ökutækja. Fólk, það þannig. Það er bara þessi umræði búin að vera svo lengi. Já, það tekur tíma að snúa að þessu skipi sem við erum á. Mér hefur ekki fundist ganga undan. Nei. En ég meina, þetta þetta samstarfsverkefni, samgöngusáttmálinn samstarfsverkefni ríki og sveitarfélaga. Þannig að við erum auðvitað og þetta auðvitað risastórt verkefni. Þetta ekki bara verkefni Reykjavíkur, þetta risastórt samgönguverkefni fyrir allt höfuðborgarsvæði í heild sinni. Aðeins að henda boltann til þín, sko, Vilhjálmur, ef þú hefði verið borgarstjóri Reykvíkinga síðustu 4 ár, hvað hefðir fundist árangurinn og hverju hefði þú breytt? Já, sko, árangurinn náttúrulega bara skelfilegur og bara aftur á bak því miður og hefur verið samt mikill ávinningur fyrir okkur í sveitarfélögunum í kring að því að fjölskyldufólki flýr til okkar og við fáum að njóta þess. Málið það sem ég hefði gert að það að gefa fólkinu alvöru val það hvaða samgöngumáta það notar. Hvort sem séu almenningssamgöngur, gangandi hjólandi eða einkabíllinn. Og svo erum við að athuga að það ekki bara einkabíllinn sem á götunum. Það líka allir atvinnutækin. Og við erum hér með 80% af öllum vöruflutningu landsins inn í miðri borg í gegnum Sundahöfn. Og þessi umferð þarf að komast hér Og þannig að það sem ég hefði gert, ég hefði sett strax ljósastýringarnar á. Ég hefði þá strax unnið að skipulagsmálum, flýtt öllum skipulagsmálum sem hægt var, þannig að væri þetta að auka umferðarrýmdina, þannig að væri þetta að greiða fyrir umferðinni og að höfuðborgin fengi þá fjármagn til að byggja upp samgönguinnviði. Það sem stóra vesenni við af hverju samgöngusáttmálinu og uppbyggingu hans hefur gengið svona illa skipulagsmál hér í Reykjavíkurborg. Aðalskipulag Reykjavíkur. Nei, nú ertu að villigötum. Nei, ég get rökstutt þetta og ég búin að ræða þetta við allt stjórnkerfi og þarna allir sammála það að það ekkert að því að byggja hér upp öflugar almenningssamgöngur og sjálfstæðisflokkurinn alltaf stutt það. En það hefur bara ekki máttur á kostnað annarra samgöngu innviða eða aðra samgöngumáta og það sameiginleg niðurstaða höfuðborgarsvæðisins og vegagerðarinnar og samgöngu yfirvalda í skýrslu frá 2018 að borgarlínan heppnist hún 100%, mun hún aðeins draga úr vexti umferðar. Hún mun aldrei draga úr umferðinni, hún mun draga úr vexti umferðarinnar. Þannig heppnist hún 100%, þá þið samt einhver 14-20% aukning á umferðinni. Og því þurfum við að hafa skipulagi hér, til dæmis með að nota nýjustu tækni í ljósastýringum, þá ertu að nota núverandi innvið. Þú losar ekki umferðarstíflun og það ekki töfralaust, en þú notar núverandi innviði og greiðir fyrir umferð. Þú getur sett mislæga gatnamót, þú getur sett, þó að séu auka akreinar fyrir almenningssamgöngu, þá getur þú sett þetta til hliðar en ekki draga úr öðru. Það fullt af svona hlutum sem hægt að gera strax, en í staðinn höfum við farið í mjög flókna og skipulagslega útfærslur þar sem á að taka bílastæði sem að lengir allan skipulagsferil, þar sem á að þrengja umferðinni og framkvæmdir sem áttu að vera búnar núna ennþá í skipulagsferli út af svona rugli. Og það þetta sem búið að rústa samgöngusáttmálunum og búið að setja fólkið og þú ert að tala stórirtur Já, ég get rökstutt þetta allt og ég með öll þessi Mér finnst þetta aldrei svona stórirt tal hjá félag mínum sem býr nú ekki eins og í borginni þú býr nú í öðru sveitafélagi Já, ég meina það mjög auðvitað að tala mislæg gatnamót það mjög mikið en tala mislæg gatnamót það bara borgarlandið bara mjög verðmætt land og þetta bara takmörkuð gæði sem við sem höfum í borgarlandinu að hafa og ef við ætlum að taka meira pláss undir umferðarmannvirki
sem mjög auðvelt fyrir þig að segja ekki búandi í borginni heldur nýtið góðs af því að koma eitthvað. Við þurfum að gæta hagsmuna allra aðila eins og til dæmis hvernig við nýtum landgæðin og þetta tal sko það er svo auðvelt fyrir fólk sem býr annars staðar, það er svo auðvelt fyrir fólk sem býr í öðrum sveitarfélögum að tala svona með þeim hætti að við getum haft bara við sem er ótakmörkuð landgæði að það sé ekkert mál að blasta mislægum gattamótum allstaðar, það þarf auðvitað að huga af öllum ferðamótum og ef þú greiðir fyrir akstri bíla og annar umferðar að þá dregur úr öðrum gæðum líka þá ertu að taka frá land sem að væri hægt að byggja fyrir byggð og við þurfum líka húsnæði. Ég hef bara ekki séð íbúa Kópavogs og Garðabæ sjá mikið eftir þegar landgæðum eftir miklu umræðu þegar það voru að gera mislæg gatnamótum með hringtorgjum og alltaf. Kópavogur er eiginlega búið með landið sitt. Ekki út á mislægum gatnamótum heldur er greið umferð þar í gegn út af því að þeir fundu svona lausn sem bara er engum til ama og það er hægt að þetta snýst allt bara hönnun og útfærslur og það er ekkert mál og við erum að einu strábílasta landi heims og ætla að fara að reyna að byggja þannig að það sé bara skuggavarp og sviftivindar hér allt, engin bílastæði hljóðvist og mikið af svifryki og vond loftgæði. Svifryki og loftgæði kemur auðvitað umferðinni líka. Það kemur bara því að göturnar er ekki þrifnar. Já, og það er nú mikill miskilningur hjá þér að það sé gott bara að þrífa. Hvernig ætlar það að forgangsraða? Veistu hvað kostar að myndi gera það ef við myndum þrífa? Nú eru 40% bíla í Reykjavík á nagladekkjum. Það er þess og 1 bíl á nagladekkjum. Hann mengar á við 6 aðra. Þannig eigum við þá bara að þrífa á hverjum degi og moka upp svifrykinu eftir 40% bíluna. Hvernig nýting er það á fjármunum? En Sara, hvar liggur flöskuhálsinn? Því að þetta er gamalkunnug umræða að það er rifrildi á milli Reykjavíkurborgar og ríkisins og samkvæmt Vilhjálmi þá er flöskuhálsinn hjá Reykjavík en hvar er flöskuhálsinn að þínum mati? Ég meina þetta þetta bara flókið verkefni. Já, en við erum búin að hlusta það í mörg ár. Já, ég veit það, en ég meina þetta snýru þetta að mörgum þáttum. Þetta er ekki bara í Reykjavík, þetta eru líka framkvæmdir sem snúa stoppkerfi sveitarfélagin í kringum okkur og þetta eru þetta áfanga svona eins og þessi uppfærsla á síðasta samgöngusáttmála þetta bara mjög skýr hvar á að byggja og hvenar og fjármagn fylgir honum, þannig að ég myndi nú seint telja að samgöngusáttmálinn sé eitthvað ónýtt plagg, þetta er bara frábært verkfæri og með skýra sín, en það breytir ekki það sem mér finnst svo dapurlegt að heyra mann eins öflugan og hann Vilhjálmur er þegar hann stillir upp fólki og valmöguleikum fólks eins og það sé bara, það er bara staðreynd að það eru til hópar af fólki sem vilja hjóla. Það hópur af fólki sem kýsa að fara í almenningssamgöngur og svo erum við líka með hóp af fólki sem kýsa enga sín. Það eitt vinnur ekki gegn öðru. Við þurfum að vera í þessum saman. Við erum í þessum saman. Ég vil að fólk hafi frelsi til þess að ferðast og eitt samgöngumóti gangi ekki á annan. Nei, en hann er ekki að gera það. Nei, hann er það ekki. Ef það strætó á að minnka umferðarrýmdina að þá er hann að ganga það eru sérakreinar sem tryggja flæði fólks og umferðar. Ég var ekki að tala gegn sérakrein, ég var að segja að ef að flokkurinn hefur samt verið að gera það, sérstaklega á Suðurlandsbrautinni. Útfærslunni og skipulagsmálunum. Flokkurinn minn hefur sagt að sérakreininni ætti frekar að vera í aukarýmyndi hliðar en ekki að taka af núverandi akreinum. Það er munurinn. Og þannig erum við ekki að tala gegn því. Þá bara að ganga á Laugaveginn. Þér finnst bara í lagi að ganga á Laugardalinn og íþróttamannvirkin þar og að þú ert að tala loftgæði. Laugardalinn, það er nóg plása milli hliðar og þetta skipuleggja ég er ekki viss að íbúar í Laugardalinn væru sammálaðir sko. Af því að annars eitt samgöngumóti að taka á hinn. Og þannig að það eru þið sem að stilla þeim upp ekki við. Við viljum að gefa öllum frelsi til þess að velja. Nei, við erum með frelsi. Og ég get sagt ykkur að ástæðan fyrir því að Vegagerðin neitaði stokk Miklubraut og fært yfir í göng. Það er út af því að aðalskipulag höfuðborgarinnar og skipulagsyfirvöld Reykjavík, sem sagt meirihlutin Reykjavík, neitaði auka umferðarrýmdina. Ætti að fara í margra milljarða stokk Miklubraut án þess að umferðarrýmdin myndi aukast. Og þá var það bara verkefni stoppað. Þetta eru bara allt staðreyndir sem fyrir að liggja fyrir, þannig að þetta er engin stór yrði hér og þannig að aðalatrið er bara það að það þarf að gera þetta skynsamlega þannig að sé hægt að auka umferðarrýmdina allra faramáta. Það er það sem verkefnið er. Það sem ég heyri út í bæ er að það skorti pólitískt hugrekki
og það skorti bara meira hugur ekki til þess að láta hendur standa fram úr ermum. Það svolítið það, sko, maður bara, þetta svona Groundhog Day. En sko, ég myndi samt að segja að það þetta samspil og milli samgangna og húsnæðisuppbyggingar og við höfum verið bara, það bara mikil þörf fyrir húsnæði og við þurfum líka að kasta því fram hvernig við viljum þróa byggðina áfram. Á hvaða gæði viljum við þróa byggðina inn á við eða viljum við dreifinni og samgöngur lykill að því hvernig byggðin mun rísa hér, ekki bara í Reykjavík, heldur á öllu höfuðborgarsvæðinu og þess vegna sko að því við vorum að tala loftgæði og ég hef verið mikið hugsað yfir loftgæði því að mér finnst gott að stíga á hjólið og skilja bílinn eftir heima af og til og það eru fleiri sem á þeim stað en loftgæðin okkar eru lífsgæði og það þetta bara eins og í desember það kom hérna dagur eftir dag þar sem var bara loftgæðin voru á rauðu, leikskólabörnum var haldið inni, eldra fólk og fólk með undirliggjandi sjúkdóma ráðlagt að halda sig hérna innandyra og þessna sko þessa vídd þurfum við líka eiga að því að við viljum tala fyrir lífsgæðum hérna íbúa, hvað sem við búum í Reykjavík eða hvað sem við búum í Reykjanesbæ og þetta þetta bara mikið ágefni að loftgæði ætlum við að vera, að þú talar pólitískt hugrekki, ætlum við að vera hérna kjörnu fulltrúarnir sem að skerðum gæði næstu kynslóða. Já, sko, ég ekki viss að ég kæri mig það sko þannig að ég bara þetta bara mikilvæga punktur, ég ætla bara að benda á það að einu framkvæmdirnar í samgöngusáttmálanum eru í nákvæmlega sveitarfélögunum höfuðborgarsvæðisins að því að skipulagsmálin og allt rétt, við erum með Arnarnesveg í gegnum Breiðholtsbraut Arnarnesvegurinn tafðist 2 ár og hækkaði 100% í verði út af skipulagsbreytingu Reykjavíkurborgar sem að gera kröfu nú ertu ennþá að fara farðu bara í gögnin og kynntu ég er búin að kynna mér Arnarnesveginn mjög vel búandi í Breiðholti þannig að þú þarf ekki að segja mig það þetta nú bara vinnubröðin í ráðuneytinu undir ykkar forystu í ríkisstjórninni hvernig vinnubröðin og forgangsröðin fjármálum að það hátt að varandi ég meina það náttúrulega gefur auga leið að 1,5 eða 2 milljarða framlag hérna inn í Arnarnesveginn var náttúrulega bara algjörlega nei, þetta var bara áætlun gerð frá upphafi varandi íbúðirnar sko, maður að skoða hérna í blokkar íbúð fyrir 150 milljónir og verður að koma gangandi því að gengur hvorki strætóðangað og ekkert bílastæði og þetta gengur ekki upp og það sýna alla kannanir og HMS nýbúin að gefa út könnu núna þannig að flestir óska eftir að búa í sérbíli og ef að fólk vil auka notkun almenningssamganga þá það ekki gert með að fæla fjölskyldufólk sem vil búa í sérbíli og hafa efnað að eignast íbúð að þau þurfa að flytja í nágrannasveitarfélögin og keyra til borgarinnar í vinnu. Það ekki til þess að auðvelda það og það það sem að gerast og það hefur engin efnaði að kaupa hérna á þessum þéttingareitum sem alltaf rándýrar íbúðir og þannig að við þurfum að brjóta meira land og hafa greiða samgöngur þannig að þú sért ekkert lengi að ferðast hérna á milli. Við erum alltaf að brjóta meira land. Allt og lítið. Þú ert með Höfða sem í uppbyggingu, þú ert með Keldnalandi á dagskrá, þú ert með Heklureitin hérna rétt hjá. Og það bara staðreind að fjölskyldufólk, það kaupir notaðar íbúðir. Þannig við þurfum að skipuleggja landið þannig og hverfin okkar að fólk sem börnin eru flúin hérna heiman, að þau geta minkað hans við sig innan hverfis og flutti í húsnæði sem að þau óska eftir og þá getur fjölskyldufólki keypt til. Að fjölskyldufólk ekki að kaupa nýja 3 herbergja blokkaríbúð. Það bara ekki, og það eru íbúðnar sem setjum uppi núna án bílastæðis. Og þetta bara sem að þarf að taka mið af í skipulagsmálum og svo erum við að tala alltaf um hátt vaxtastig á Íslandi. Málið bara það að innviðagjöldin, lóðakostnaður og allt sem kostar að byggja hér á höfuðborgarsvæðinu, það hæsti vaxtakostnaðurinn. Ef þú kaupir 100 milljón krónar blokkaríbúð, er þetta að borga vexti af 20 milljónir sem fer að beint hérna til Reykjavíkurborgar eða einhverja braskara með lóðir. Og þetta bara kostnaði sem var ekki hér áður. Þetta bara nýr kostnaður sem var ekki. Öll gögn sýna okkur það. Sjálfstæðismenn tala svona og eru búin að gera í borginni núna, þetta svona gömul tugga sem maður heyrir. Nei, farðu bara í opinber gögn og skoða þetta. Já, ég hef alveg kynnt mér því að lóðakostnaður sé ekki 80%. Ég ætla að segja það að borgin hefur verið leiðandi afl í uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis. Það eru sko þúsundir íbúa sem hafa fengið örugt þak yfir höfuðið, mjög víða í borginni, hvað sem það er
félög landsins út af þessu verkefnisfélög, þetta eru félagsstofnun stúdenta, þetta er byggingafélag námsmanna og það er bara mjög mikilvægt, mér er bara mjög mikilvægt að halda því til haga að húsnæðisuppbygging á óhagnaðardrifnum forsendum að því þú varst að tala hrækamanna þannig að það er bara mjög mikilvægt að halda þetta til haga með að við sveitafélögin í kringum með að við sveitafélögin í kring hefur Reykjavíkurborg verið leiðandi sem er búin að fá niðurgreitt fyrir ríkinu þá ætla rétt að vona að þau bjóðu það til kaups þannig að allir eigi rétt að eignast sitt eigi húsnæði. Svo langar mig aðeins að koma inn í mér langar aðeins að taka því að maður að tala um fjölskyldu fólk vill einbýlishús ef ég tók það einbýlishús, ég sagði sérbýli okay. Ég held að og ekki nýtt, þau vilja nota en ég held að kynslóðirnar það eru þetta, það sem er svo gaman við sveitarstjórnarpólitíkina eru þetta að hverfi þurfa að vera sjálfbær þau þurfa að vera sjálfbær innan hverfana því að það er við þannig að þegar þú flytur inn í hverfi að þú bara lifir inn í þínu hverfi og börnin vaks úr grassi og þú vilt eldast í þínu hverfi líka þannig að þessi hringrás sé heilbrigð þannig að við nýtum innviðin í skólana við nýtum leikskólana en Grafavogur til dæmis dæmi hverfi sem að ungt fólk hefur ekki sótt í að búa í þess vegna þurfti borgin stóð frammi fyrir því að þurfa að fara í erfiðar ákvarðanir tengt skólamálum að því að innviðnir voru bara á veikir að skólarnir voru orðnir og fámennir það þurfti að fara í leikskólasamningar það þurfti að fara í grunnskólasamningar og svo erum við að tala uppbyggingu í Grafavogi það átti að reyna það var nú aldeilis hefur verið á dagskrá að þetta byggði í Grafavogi og reyna að búa til aukinn hreyfanleika þar en þinn flokkur hefur ekki viljað tala fyrir því en þinn flokkur hefur ekki viljað tala fyrir aukinni húsnæðisuppbyggingu innan Grafavogs. Flokkum sem að fólki vill ekki flytja í innan hverfis. Það er það sem það hafa að tala gegn. Já, en ég meina að við erum að tala hreyfanleika innan hverfis. 50 plus segjum það bara. Já. Að þau það geta flutt inn í lágreista byggð. Þetta var ekki mjög hárist byggð, þetta var bara mjög snirtilega útsett. Fólk sem er að minka við sig og losa sérbýlinn fyrir fjölskyldufólki. Það var þannig. Að það hefði og þannig á líka að hugsa skipulagi fyrir upphæfi. Já, en það var þannig var það að hugsa að það átti að reyna að ýta undir það. En svo líka er staðan sem er búin að gerast varandi Grafavogi að fólk sem á einbýlishús þar ef að það ætlar að minka við sig þó það færi fjölbýli að þá kostar það sama ný íbúð í fjölbýli það er út af þessum blessaða innviðagjöldum og lóðakostnaðu og öllu sem er búið að rjúka hérna upp og keyra upp verðbólguna ekki vaxtastigið og það hefur skapað vaxtastig þessi íbúðastefna hér í Reykjavík landskiptum taktina Reykjavík er líka í þeirri stöðu Vilhjálmur að veita þjónustu sem önnur sveitarfélög njóta og þurfa ekki að standa fyrir eins og þeim sem er heimilislausa fíklar og svoleiðis og stundum eru nágrannar sveitarfélögin pínlítið ábyrgðarlaus þau standa svolítið hjá þegar kemur að hópum sem standa báast og það eru einhverjir aukapeningar sem að fara út úr borginni vegna þessa en það eru líka margir bara hneykslaðir á fjölda borgarfulltrúa og að varamenn fái full laun og við erum mjög hugsi yfir því hvað báknið, hvað sko rekstrarkostnaður Reykjavíkurborgar er hár. Við fengum samanburðartölur til dæmis við Akureyri daginn og það er miklu minni rekstrarkostnaður Akureyringa per íbúa og einhverju hagfræðingar stigu fram og sagði Reykjavík ætti að njóta stærðar hagkvæmni en svo eru aðri sem er bent á þætti eins og þennan en það er ekkert keppikefli þitt að fækka borgarfulltrúum reynilega. Ég held að þetta hafi nú komið í gegnum löggjafan þetta hafi verið lagabreiting sem gerði það verkum að það þurfti einhvern veginn að þetta var hlutfallsbreyting með við íbúafjölda þannig að það þyrfti löggjafinn þyrfti bara að taka þetta upp og Vilhjálmur geti þó bara gert það. Við höfum marglagt það fram sjálfstæðarflokkurinn að fækka borgarfulltrúum og það var breytt í lög. Þeim var nú fjölgað í ykkar tíð Nei, Ögmundur Jónasson breytti þessu og þetta var í hans tíð og
og við töluðum alltaf gegnum. Það eru 6 ár síðan að það var breytt held ég, minni mig. Nei, sko, það var breytingin. Það voru sveitastjórnarlög sem Ögmundur Jónasson setti sem að heimilaði þessa breytingu og var með eitthvað svo. Minni það fjölgað 2018. Já, sem það fjölgaði, en lagabreytingin var fyrr sem að heimilaði aukninguna og það þurfti að samþykkja aukninguna sérstaklega í borgarstjórn og þar var miðað við vissan íbúafjölda og hlutfall, þannig að þetta innleiddist einhverjum tíma, þannig að við sjálfstæðismennum höfum alltaf talað gegn þessu og lagt fram lagabreytingu til þess að breyta þessu aftur, en talandi stærðarhaggjafnareksturinn, að sko þetta svo mikið væl í borginni að vera að væla yfir því að vera með einhver önnur verkefni. Þetta höfuðborgin sem að fær langmestu fasteignagjöldin, með langmestu stærðarhagkvæmnina, með alla stjórnsýsluna hjá sér og allt það. Sveitarfélögin út á landi þurfa að sækja alla stjórnsýslu hinga með miklu meiri ferðarkostnað. Akureyri sendir ekki heimilislausa til Reykjavíkur og við í Reykjanesbæ hefum meira Jú, það hugsa ég geti alveg gert. En við í Reykjanesbæ hefum nú bara fengið sko mikið af þessum áskorunum sem að þegar ég var bara lögreglumaður í Reykjanesbæ og þá hringdi fólk að því það fekk betri þjónustu í Reykjanesbæ, viltu koma frá Reykjavík og þangað því að þjónustan var svo léleg hér sko. Þannig að við höfum þurft að taka á þessu líka. Þannig að bara í svona stórum sveitarfélögum eins og í Reykjanesbæ og hér í Reykjavík þá hægt að sýna miklu meiri stærðarhagkvæmni og það hægt að laga hlutina til þess að veita borgurunum miklu betri þjónustu, hafa bara skipulagsmálin í lagi, hafa reksturinn ábyrgan þannig að getur lækka fasteignagjöldin, haft öflugra íþrótt- og tómstundastarf og haft þessa nærþjónustu í lagi sem skipti fólki máli og hjálpað þessu öfluga fólki í skólunum að hafa skólastarfið öflugt og gott og þetta snýst þetta verkefni sko. Og þess vegna svo vont að sjá alla þessa yfirbygging og batnið og peningana að fara í eitthvað annað. Mér finnst svo dapurlegt þegar sjálfstæðismenn tala opinbera starfsmenn sem bákn og grunnsamneyslan okkar. Þú ert að tala að bákni blæs út og mér langar aðeins að koma inn að þú varst að tala að varaborgarfulltrúar væri á launum. Það ekki þannig. Varaborgarfulltrúar fá greitt þegar þeir kallaðir inn til að leysa af aðalfulltrúa. Það bara fyrsti vara sem fær greitt. Fyrsti, já. En auðvitað má reyna að velta steinum og skoða hvar má gera betur. Ég fer ekkert í grafgötu með það. Allt til þess að mynda að tryggja betri þjónustu við fólkið í borginni. Og en það breytir því ekki að framlínur fólkið okkar, hvort sem það í leikskóla eða grunnskólum eða í þjónustu við eldra fólk, þetta eru lykilstarfsmenn. Ég geri skýran greinamun á þessum hópi sem þú nefnir og öllum millistjórnendunum og öllu fyturlæginu sem við sjáum, bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum eins og Reykjavík. Og það eru mjög margir sem segja að það hafi gjámyndast á milli hins almennamanns á einkamarkaði og þeirra sem eru í opinberri þjónustu og það umhugsunarefni. Og ég vil bara benda það í lokin að það fullt af opinberum starfsmönnum í sveitarfélagum sem sjálfstæðisflokkurinn stýrir og bara öfluga fólki, en samt útsvarsprósentan lærið þar, samt fasteignagjöldin lærið þar en þeir sækja líka kannski þjónustu og reksturinn ábyrgari. En í lokin langar mig, ég þakka ykkur nú kærlega fyrir þessar samræður sem eru að mörgu leyti upplýsandi og áhugaverðar og ég óska ykkur báðum góðs gengis í ykkar framboði. Takk fyrir það. En svona rétt í lokin, ef maður einhvern veginn, ég get ekki skilið við ykkur, þótt séu hér á grunni sveitarstjórnarkosninga sem í maí framundan og þar séu við mest að ræða staðbundin daglegt líf íbúa, þá finnst manni eins og að sérhver stund núna markist af óvissu vegna þess sem að gerast utan landsteinana og núna andar köldu niður í hálsmálið á manni út af Grænlandi í kjölfar þess að maður, Bandaríkjaforseti sem við höfum alltaf talið meira og minna bandamann allt frá allavega, marga síðustu áratugi og við erum með varnarsamning stýrið þjóð sem við erum með varnarsamning við höfum svona fleiri Íslendingar en færri hafa hort til Bandaríkjanna sem einhvers konar alheimslögreglu og fyrirmyndar en nú eftir Venezuela, eftir kúpið þar eða mannránið þá talar hann Trump þannig Grænland að eiginlega maður bara fær hroll og allt í uppnámi og ESB það sumir líta þessa atburði sem ég þarf ekki að fara grúndikt í sem
annarkort ástæðu til þess að hraða sér inn í ESB í öryggislegu tilliti af því að við þurfum einhvers staðar að fá nýjan bandamann en aðrir segja að þetta þýðir það að við höfum alls ekki að fara í ESB. Bara svona aðeins ykkar hugleiðingar og sérstaklega hvað var það Grænland eigum við skortir á stuðning Íslendinga núna og baráttu fyrir Grænland í orði kveðnu og þá er ég að tala hvað ríkisstjórn Íslands ætti að gera, hvernig hún ætti að tala utanríkisráðherra, eða er skynsamlegast að fela sig bara bak við stein eins og mús? Nei, sko, ég vil horfa á þetta öðru að þú sagðir réttilega að þetta snýst svolítið varnarmálefnin og þetta er varnarleg stað og munurinn á okkur og kannski þá Grænlandi er náttúrulega að Danmörk er í Evrópusambandinu og Danmörk er með her og svona vissar varnir annað heldur en við. Okkar varnir er varnarsamningu beint til Bandaríkin. Þannig að við erum búin að Bandaríkin eru í allt annari svona varnarlegri stöðu hér heldur en kannski gagnvart þá Grænlandi. Þannig að ég tel verkefni núna. En það sem hefur verið er ekki endilega í dag. Já, býtu. Þess vegna segi ég. Þetta er bara breytt landslag, algjörlega. Þess vegna segi ég að stóra verkefni núna eru fyrir lýðræðislega kjörin evrópsk stjórnvöld í Danmörku og Grænlandi að ná einhvern veginn varnarlegri samstöðu og samtali við Bandaríkin það hvernig Bandaríkin getur verið róleg með sína varnarlega stöðu á þessu svæði sem þau vissulega hafa áhyggjur af. Þau verða svolítið að gera það og við skulum fara varlega í því að blanda lýðræðislegum kjörnum vestrænum stjórnvöldum eins og er í Evrópu og Danmörku og Grænlandi saman við það þegar tekin einræðisherra sem er að vissulega flytja fíkniefni og allt það. Það er hvernig hann tekin. Það er kjarni málsins. En það er ekki lýðræðislega kjörin stjórnvöld. Mér finnst það bara ekki skipta máli. Mér finnst það bara risa munur. Það er allt öðruvísi að taka einhvern veginn stjórnvöld þar sem er vissulega lýðræði og þannig eða einhverstað sem hefur ekki verið neitt lýðræði, fólk er að deyja út á stjórnvöldum. En þegar sá sem situr efst í valda píramíta heimsins gerir bara það sem honum dettur í hug. Þá getur það verið alveg skelfilega fréttir fyrir þig og Suðurnesin og Reykjanesbæ og Reykjavík og landið allt og nágrann okkar í kring. Og þess vegna þetta fyrst með mjög þess vegna finnst að vera lykilatriði hvort það sé vera að ganga svona hvort lýðræðislega kjörnu stjórnvöldum eða ekki eða hvort þessi einræðisherra sem er búin að svelta fólki sitt í dauða og er þetta snýst stóru myndina stóra myndin þetta forseti Bandaríkjanna er bara að taka sér, hann er að breyta takt og við sem örþjóð í úthafi með opbáslega sterkar stöðu varnarlega hvað varðar landfræðilega legu þurfum náttúrulega að hugsa félag okkar í Evrópu, hugsa Norðurlöndin og standa með þessum þjóðum og fara í Sara, af því að þú ert í flokki sem reyndar mér finnst tipla óskaplega feimnislega á ESB-aðild. Viðreisn er einhvern veginn bara búin að eigna sér þetta mál þegar þið virðist vera mjög tvístígandi. Það er eins og þið þorið ekki að ótta við að styggja eitthvað fólk í skoðanakönnunum að taka þetta skref sem að flokkurinn var sumpart búin til utanum. En af því að þú ert í samfylkingunni og af því að aðild að Evrópusambandinu er á stefnuskrá samfylkingarinnar finnst þér að í ljósi heimsatburða þeirra sem við erum að ræða hér að Íslendingar hafi færst nær inngöngu í ESB? Innganga í ESB er eitt en þetta er aðalega, ég sé þetta núna bara eins og að menn þurfi einhvern veginn að átta sig á bara þeirri stöðu og þessi atburðarás sem hefur verið núna frá því að nýr forseti tók við völdum og verið eins og til dæmis þú segir, valdamesti maður í heimi með einn öflugasta her á bakvið sig, að við þurfum einhvern veginn að og mér finnst stjórnvöld hafa gert vel að því að þetta eru þetta samtal
menn þurfa að tala saman. Þú samt ekki að svara spurningu. Nei, það getur verið. Ég persónulega finnst mér að við að horfa til Evrópu. Ég þar. En þeir veist ekki svona aukin ástæða til þess í ljósi. Já, ég held að óhjákvæmilega þá þurfum við að taka þetta samtal áfram og mögulega hraðar heldur við gerðum ráð fyrir í upphafi. Vegna þess að þetta skiptir máli. Ég held að líka út á við að við eigum hérna félag og við erum náttúrulega bara, við hafum alltaf átt mjög gott og náið samstarf og samtal við Danmörku og þarna eru vinir okkar og hérna bara, og hvað var að segja, hérna, ekki bara vinir, heldur bara óbáslega tengt stjórnsýslan og lagaumgerð og reglverk og við höfum litið til hérna þeirra mjög langt skeið og okkar er í stjórnsýslu og uppbygging og henni í rauninni sækir fyrirmynd sína til Danmerkur. Þannig að mér finnst einhvern veginn þessi staða sem kom upp helgina, hún kemur einhvern veginn ekki óvart. Vitið að ef ég var að vera heiðarlega með það, að þá er þetta, ég held eins og Baldur Þórðarsson, gamli hérna lærimeistarinn minn í háskólanum, hann er búinn að vera að tala fyrir þessum smáríkja fræðum lengi og það er einhvern veginn svolítið hérna skrítið þegar maður hugsa tilbaka að einhvern veginn veistu leiti þetta raungerast og líka, mér langar samt að lokum segja líka ef einhver hefði sagt við okkur hérna fyrir veiruna að það kemi hérna veira sem myndi lama hérna heimsmyndina þá myndi allir bara já, nei, þetta er bara eitthvað bull og vitleysa. Hefði einhver sagt já, Trump veira? Nei, ég er að segja sko, svo ertu með hérna með Rússa, hvernig þeir hafa hérna verið núna í stríði í alltaf í sko 4 ár í bakgarðunum á Evrópu, að þá einhvern veginn hefði maður líka hugsað, nei, hann mun aldrei fara þetta skref. Ég meina, við erum með 2 heimsstyrjaldir á bakinu, við vitum þessa reynslu. Fólkið í Eystrasaltslöndunum og Finnlandi, það man þessa tíma. Við erum með fólk sem lifði hérna þessa tíma af og maður ég hefði aldrei getað trúað því að við værum stödd á þeim stað eins og við erum núna. Þannig að þetta kemur ekkert óvart. Svona bara rétt í lokinu við þurfum að hætta núna. Eru þið sammála mér að sveitarstjórnarkosningarnar gætu svona upptaktur þeirra, gætu með einhverjum hætti orðið pínlítið öðruvísi heldur en alla jafna út af þessari óvissu? Ég er alveg sammálaður í því að svona að út af þessari óvissu og að svona þjóðfélagsumræðan, fjölmiðlaumræðan og svona samfélagsmiðlaumræðan gæti verið sko kannski minna, veist, að sveitarstjórnarumræðan fá ekki jafn mikið sess þar þó að umræðan heim í nærsamfélaginu verði kannski ekki mikið öðruvísi. Það snúist hugmyndir móðurskipana sem eru þessir flokkar. Það verður fróðlegt að sjá hvernig miðflokkurinn kemur inn í sveitarstjórnarmálin. Það verður mjög fróðlegt en ég vil bara líka segja að lokum í hinu sko að ég bara ekki miskilja mig alþjóðalög og þeim sé fyllt skiptir Ísland miklu máli upp á sjálfstæði okkar en ég segi bara, vildi ítreka að það er mikill munur á því hvort það sé ólýðræðislega kjörin sko einræðisherra eða hvort það séu lýðræðislega kjörin stjórnvöld sem við stöndum með nágrönnum okkar í Grænlandi að sjálfsögðu. En ég vil líka benda á eitt í þessum varnarmálum að Evrópusambandi eiginlega ekkert að hjálpa okkur. Það er ekki nema 10-13% af NATO sko meðan að Bandaríkjamenn eru með meiri hlutan þar og við erum með beina varnarsamning þannig að NATO og varnarsamningurinn eru okkar varnir og Evrópusambandið ekkert að vera að hjálpa okkur neitt þar. Já, þetta er mjög erfið og flókin mál. Já, en ég ætla bara aðeins með langaðans að koma inn að þú ert auðvitað með opbáslega öfluga leiðtoga í Frakklandi, í Þýskalandi, á Norðurlöndunum og þegar menn koma saman sem ein heild að þá eru þeir sterkir og svellir og það er enginn að segja við það. Já, en eitt er auðvitað útgjöldin til varnarmála. Mjög vanbúin til þess að fara að senda þeirra unga og besta fólki í dauðan. En að því þú varst að tala tenginguna við sveitarstjórnarmálin og þessi tengingu, að þá held ég að sko bæði því nú hérna við erum með alþjóðaflugvöll í Reykjanesinu. Þetta mun sko ef að þessi atburðarás heldur áfram sem að við okkar vestu ótti liggur til, að þá er þetta pínu flókið fyrir höfuðborgarsvæðið í heild sinni. Þetta er mjög flókið. Þannig að ég held að þetta samtal sé bara rétt að byrja sko. En við förum glöð og brött inn í nýtt ár, en þá jólin. Og kæra þakkir, Vilhjálmur og Sara Björk. Takk hérlega fyrir að koma, búið að vera gaman að fá okkur og við þurfum að gera meira af þessu að blanda saman ólíkum efnum. Já, það er bara gaman að því. Takk fyrir mig. Takk. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram eftir andartak með nýja kafla. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.